Hver gengur þarna eftir Austurstræti og ilmar eins og vorsins blóm. Með djarfan svip og augnaf yfir læti á ótrúlega rauðum skóm. Og það stúlka engum öðrum lík, það hún fröken Reykjavík sem gengur þarna eftir Austurstræti á ótrúlega rauðum skóm. Og því eins og hafi vaxið vorsins blóm á stræti. Hver svífur þarna suður Tjarnarbakka til samfundar við ungan mann sem bíður einn á brúnum sumarjakka hjá björkunum við Hljómskálann. Og það stúlka engum öðrum lík, það hún fröken Reykjavík sem svífur þarna suður Tjarnarbakka til samfundar við ungan mann sem bíður einn hjá björkunum við Hljómskálann. Verið velkomin í Borgó í beinni. Ég heiti Björgvin Frans. Og ég heiti Rakel Björk. Ég heiti Ester Talía. Og ég heiti Þórunn Arna. Og við ætlum að taka fyrir lög og texta þeirra bræðra Jóns Múla og Jónasar Árnasonar í dag. Tóta. Já, og þetta stórkostlega lag sem við þekkjum nú bara flest, Fröken Reykjavík, úr söngleik eftir þá bræður sem heitir Rjúkandi ráð. Og það var sett upp í það heit Framsóknarhúsið. Já. Og núna Listasafn Reykjavíkur og Glaumbær sem brann var þarna líka. Svolítið skemmtilegt að því að verkið heitir Rjúkandi ráð og fjallar mikið bruna svolítið kaltaði. Og alls konar, já. Það hefði átt að sjá þetta fyrir, en já. En hann Flosi Ólafsson leikstýrði þessu verki og það svolítið erfitt að útskýra mikið söguþráðin í þessum verkum því hann mjög flókinn. Hann svolítið, já. Og margar persónur sem koma fyrir. En hann var einhvern tíma spurður hann Flosi í blaðaviðtali hvað þetta verk fjallaði. Og hann sagði að þetta fjallaði refilstigur réttlætisins, auk þess kvenlegan yndisþokka, frjálst framtak, ást og afbrýði, óyfirstíganlega erfiðleika að láta karlakór lögreglumanna hljóma rétt, áfengisbölið í landinu og loks óviðunandi réttarstöðu skúringakonunnar í þjóðfélaginu. Hann bara búin að gefa upp allan söguþráðin, skilur. Þannig að þetta tekur á ýmsu, þetta tekur á mjög ólíkum, nákvæmlega. Og talandi þessa skúringakonu, hún heitir Kristín og hún býr í húsi sem rosalega illa farið og að leigja það að kaupmannanum Stefáni. Hugsar ekki vel það. Nei, og hún alltaf að kvart í honum að hann verði að fara að gera við húsið sitt. Og svo á þessi aumingjas Kristín líka son sem heitir Steingrímur og hann innbrotsþjófur. En ekki hvað? Og í þessari litlu vísu sem heitir Kavatína Kristínar þá bara lýsir hún þessum húsnæðismálum og ástandinu á syninum nokkuð vel. Og við skulum húsi einu hér upp í bæ ríkir afleitt veðurfar. Það rignir bæði út og inn alla veggi þar. Og stofan sjálf stefnumót fyrir stórhríðar og útsinning en undir götóttu gólfinu halda gamla rottur þing. Í húsi þessu býr ekkja ein sem á ungan hraustan son sem stundar vel þann starfa sinn að stela lón og dón. Hann að brjótast inn í hús allt frá árdegi til sólarlags. En ef hann settur upp í stein
brýst hann út úr honum strax. Ó skrýtni heimur, ó skrýtna líf, ekki skil ég tilgang þinn. Menn brjótast inn og brjótast út og brjótast síðan inn. Og húsin rísa stór og sterk til að standa vind og regni gegn. En breytast síðan í sama stað fyrir sama vind og regn. Já! Og hana nú. Hún var nefnilega, sko, hún vildi bara mest að Steingrímur væri bara í fangelsinu. Já. Það hefði verið best fyrir hana. En hann var alltaf að brjótast út úr því, þannig að þetta var pínu vesen. Þessi færum og útvarpsstjóri. Hún Steinunn Bjarnadóttir söng þetta alveg stórkostlega. Já. Já. En við ætlum að halda áfram með smá svona innbrotsþema, ekki satt? Jú, úr sama verki. Er þetta hvað, Steingrímur sem að syngja? Nei, ég held til hennar. Jú, þetta eitt af erindi, svo eru til líka erindi sem eru ekkert mikið sungin. Það sem þau eru að syngja saman held ég 20-svistina Steingríms. Já. Og eru svolítið sjúki hvort annað. Einn í fangelsi og hinn að taka þátt einmitt Ungfrú Reykjavík. Við glemdum nú að tala það. Þetta fjallar nefnilega líka svolítið fegurðarsamkeppni. Og hún Dísa sem er stúlkan, hún er að taka þátt í fegurðarsamkeppni í Reykjavík. Þannig að hún er kannski Ungfrú Reykjavík. Kannski er hún Ungfrú Reykjavík. Gæti verið. Ég var að skella okkur í þetta lag. Já, fallegt lag. Í augum þér ég leyndan fjársjóð finn, í faðmi þínum rætist draumur minn. Þú hefur með brosið þínu brotist inn í hjarta mér. Og mig þú sigrað hefur innst sem innst, og eirðarleysið burtu frá mér kysst. Og ég mun eilífð una fangavist í hjarta þér. Nú kveð ég heimsins glaum og glís, götur líf og ís, án þess að mér finnist að ég fari mér á mis. Og þegar verður karlinn kominn með klakabönd og snjó í skeggi sér, þá mun ég við á staraldinn orna mér í hjarta þér. Nú kveð ég heimsins glaum og glís, götur líf og ís, án þess að mér finnist að ég fari mér á mis. Og þegar verður karlinn kominn með klakabönd og snjó í skeggi sér, mun ég ástareldinn orna mér í hjarta Takk. Æðislega bakrætti líka. Hugsið ykkur hvað er dásamlegt að vera Ungfrú Reykjavík og skotin í smákrima. Geggjur rómans blanda. Svo mikil átela. En heyrðu, þá erum við nú næst komin í Járnhausinn, sem var frumsýndur á 15 ára afmæli Þjóðleikhússins. Og þar voru nú fullt af góðum leikurum. En þeir syngja neitt ekki á þessari plötu. Hér eru það nú Elli Vilhjálms og Ragnar Bjarnason og Ómar Ragnarsson og fleiri sem að syngja þessi lög. Og mörg lög sem við náttúrulega þekkjum eins og með Elli og Ragnar eins og Án þín og fleiri góð lög. Og
við ætlum nú einmitt að taka, þarna eru nú enn og aftur eitthvað svona ómögulega ástarsaga. Helgi, hann er skipstjóri á síldartogara. Hann er ofsalega skotinn í Gullumæju og hún vill hann ekki, hún er eiginlega trúlega við öðrum svona menntaðra manni en hann skal ná henni og sem hann auðvitað nær og það nær hann auðvitað endanum. Auðvitað. Með forsjólátum. Og hann er alltaf að syngja eitthvað, hann er alveg viss að hann sé bara, þetta er erfitt, það er erfitt að ná henni. Eins og heyrist nú í þessu lagi, Undir stóra steini, sem að margir þekkja nú. Heyrum nú hvað hún er nú mikið hrifin á henni með að þannig. Hún allar, she's playing hard to get, eins og að segja. Það er miklu skemmtilegra. Það er miklu skemmtilegra, nákvæmlega. Þannig hafa aðeins fyrir þessu. En það var hann það var Rúrik og Krispur Kjeld sem leiku þetta á sínum tíma. Nákvæmlega, stórleikarar. Heyrðu, ég var að prófa þetta. Það var eitt sinn ógnarlítið stelpur þó sem fór oft með mér fram að sjó. Hún var klædd í ullarpeysu og nátær með frekknótt nef og fléttur tvær. Saman tvö í fjörunni við undum okkur vel meðan kollan var að kafa eftir kuðungi ósker. Og á kvöldin þegar sólin sigin var sátum við í næði bæði undir stóra steini þar sem hún í leyni lagði vanga sinn óskup feimin upp við vanga minn. Held þetta hafa nú kannski ekki alveg verið svona? Nú, hvað, mannst þetta eitthvað öðruvísi eða? Þú varst eins og strákar voru vanir þá með úfinn haus og eyru blá. Svolítið kalt sem. Upp þig með snæri bastu buxurnar. Já, það var sko. Og rifinn alltaf rassinn var. Þetta er mjög ónákvæmt. Frægum allan bæinn urðu upp á tækin þín. Því þú varst alltaf heimsins mesta hrekkisvín. Og ef það er satt sem þú nú segir mér að við höfum einhver tíma ég og þú í leyni undir stóra steini stundað kjeleri er ég bara búin að gleyma því. Hörðu? Æja, góða mín. Sko, ég get sagt það, þegar ég var að sigla, sko, þá fagrar hef ég konur séð í Kaíró, á Mandalay, í Mexíkó, líka þær sem Kyrrahafið kafa í og eiga heima á Hawaii. Sumar klæddust hýjalíni þegar þeim var heitt, en aðrar bara klæddust ekki yfirleitt í neitt. Alltaf samt í huga mér og hjarta bjó hún sem klæddi í ullarpeysu undir stóra steini, forðum tíð í leyni lagði vanga sinn óskup feimin upp við vanga minn. Já, hann er mjög þrár, gefst ekki upp. Nei. Og ég held að sé alveg pottið, hann syngur alla þessa söngva til hennar, hann er með þráhyggju, hann er með þráhyggju. Og sko, þetta er nú voða fallegt, sko, þarna reynir hann nú að ná henni enn og aftur og er að syngja þessa fallegu stúlku sína, hana Gullumæju. En þá syngur hann stúlkuna mína, það er hvernig svona. Stúlkan mín er mætust, meja og kvenna, sveinar ástar augum, á eftir henni renna, og þeir allir saman á öndinni standa. Yfir því hvert afbragð hún er til munns og handa.
Já, vel samansett hún silki mjúk og nett hún lípur grann og létt hún laus við svik og prett hún kátur kvölds og morgna kissi ég hana mig hún einnig ætíð mun elska af gömlum vana mun elska af gömlum vana. Það nærinni samt ekki alveg strax sko. Nei. Þú náði mér samt alveg sko, ég var alltaf já. En þetta söng nú meðal hans að Raggi Bjarna. Já, einmitt. Blessuð sé minningas og hvað hann gerir þetta fallega. Rosalega mörg af þessum lögum hafa nefnilega auðvitað svo bara sitt eigið líf. Algjörlega sitt eigið líf og fólk, þú veist, ég sjálfur vissi ekkert þegar við vorum að syngja til dæmis í Elli, ég vissi ekkert hvaðan þetta kom fyrir bara ég fór að kynna mér það sko. Þannig svo finnst mér pínu merkilegt líka að í mjög mörgum af þessum lögum eru stelpukaflar sem hafa bara verið strókaðir út svona í þú veist stægulagasögunni. Það svolítið áhugaverð. Leita lögunum og svo alltaf bara maðurinn syngur og svo bara búið. Og svo bara og stelpukaflarnir eru svo geggar, þeir eru alltaf tökkur ég svo sá, það nákvæmlega. Það einhvern veginn, kallinn virðist alltaf vinna að lokum en það reyna allavega, skil. Þetta oft svolítið kallægt eins og var nú í þá daga, sko. Já. En það við höldum áfram, það ekki bara í svona, ástaróðum til kvenna. En nú komin í hana... Og förum við nýjan söngleik. Sjúkrahús-söngleikin. Já, þetta sjúkrahúsdrama. Þetta svona, alltaf sé ekki svona fyrsta heilsubælið. Þetta heilsubælið sé bara byggt á þessum söngleik, sveið mér það. Og það var gefin út hljómplata 1961. Og Helena Eyjólfsdóttir og Óðinn Valdimarsson, hann syngur mitt næsta lag. Já, Augu þín blá. En sýningin var sett upp í sumarleikhúsi Gísla Halldórssonar. Já, var það? Já, 61. Já, einmitt. Já, þá voru svona fyrstu sumarleikhúsin. Sumarsmellir. Já. Mér svolítið gott að stendur verkið gerist á sjúkrastofu þar sem ríkjum ræður ókrýndu konungur allra skurðlækna, Dr. Svensson, og tekur hann á móti sjúklingum og sker þá upp eða niður. Þetta gott. Er þetta ekki bara svolítið Dr. Sexy? Þetta svolítið Dr. Sexy. Nákvæmlega. Heyrðu, þetta nú þeir halda áfram mennirnir, sjúkir af ást. Að sjálfsögðu. Og gefast ekki upp. Nei, einmitt. Og konurnar, þær koma nú alltaf með svolítið svona töff svör. Já, nákvæmlega. Skulum sjá hvað ég segja í Augun þín blá. Nákvæmlega. Augun þín blá eru mitt ljósa ljós, munnur þinn hýr mín rósa rós, öll ertu lík álfum í skó og því átt þú skilið rósa hrós. Ekkert ég veit, fegur af fljóða fljóð, þú hefur kveikt í mér og glóða klóð. Væri ég skáld, skildi ég kveða þér öll mín bestu ljóðaljóð. Og hann heldur áfram. Þín vegna mitt heila búa bú, allt saman árúast þú og stú, svo að ég af göflunum geng. Ef þú mér ei heitir trúa trú, því að ég sjúkur af þrá að þrá, og eins og vindbarið strá að strá, skelf ég af ást, ofan frá hvirfli og niður í litlu tá að tá. Og þá svarar hún sko: Já. Sama er mér, sama er
allt þitt rausaraus og þó að í þínum hausahaus allt sé á rú, allt sé á stú og önnur hver skrúfa lausa laus, það verður mér sannkölluð fróa fró, bara ef þér sker úr þér nóa nóg, síðan þú mátt mín vegna deyja, já, í friði kyrrð og róa ró. Svona bara kvadd hún hann. Síðan þú mátt mín vegna deyja. Þetta alveg bara hreint út, það ekkert verið að Þeir eru þetta að hafa haldið inni öllum þessum rómans. Já. Þetta rosa. Ekkert raunsæir stótt í útvarpið. Í ykkur kveðskapur. Mér datt í hug, út af textanum í þessu, allt þetta rósa rós og allt, að einhvers þar heyrði ég að þegar þeir bræður voru að semja tónlistina og textana, að þá hafi sem sagt, Jón Múli vildi semja tónlistina fyrst. Og það var víst alveg bara pínlítið erfitt að semja texta við tónlistina, því þetta var svona tónlistarstefna sem var kannski ekki endilega algengasta stefnan á Íslandi á þessum tíma. Nei, það var svo mikill jazzar, þetta var ekkert hlaupið að því að þetta er ekki einfalt að læra. Það er alveg nokkri hljómar í þessum lögum, eins og mikið að getu fengi að kynnast, það verið sveittur. Ég held ég sé búinn að spila á alla bara. Spila alla hljómar. Það er alveg bara 12 grip í einni setningu. Þannig við ætlum að halda áfram í þessum svona söngleik, allra meina bót. Og það er einmitt Helena Eyjólfsdóttir sem að söng næsta lag, sem heitir Gettu hver hún og hún svolítið svona þekkt, þetta eitt af svona hennar kannski þekktustu lögum eða svona meðal þeirra þekktustu. Hún söng líka það sem ekki má, einmitt. Þannig að hún er mikill jazzari, söng með hljómsveit Svavars Gests og með Finni Eydal og fleirum. Já, einmitt. Gersemi. Hún var alveg gersemi. Já, Ef að láta þetta reyna. Gettu hver hún Verði kyrr, verði hljótt, sofðu vært, sofðu rótt, svo skal ég segja þér söguna stúlkuna sem dreymir þig einan, dreymir aldrei þér hún gleymir. Gettu hver hún Eitt sinn kysst hún þig og kyssti þig og misti. Sú jurð sem þegur gleymdur þér koss hennar hver, gleymd einnig saga mín stúlkuna sem grætur margar myrkar nætur, vakir ein og grætur. Gettu hver hún Hamingjan skjótt hverfur á burt, fölnar sú jurð sem fegur gleymdur þér koss hennar hver, gleymdir einnig saga mín stúlkuna sem grætur margar myrkar
nætur, vakir ein og grætur, gettu hver hún Já, takk. En býttu nú við vorum einhverja kenningar þetta lag. Er það ekki, Tóta? Erum við bara í bullinu? Ég veit það nefnilega ekki alveg, sko. Nei. Ég held að bara þegar ég var kannski svona unglingur að leika mér að syngja þetta heim í spegilinn, sko, þá ímyndaði ég mér á sjúklingurum væri sofandi og hún hefði sest hjá honum. Já, hjúkkan sem og játa honum ást sína meðan hann svaf. Að hún gat ekki gert það. Kannski var þetta einmitt kannski var þetta Andrés Ofskortni sem að lá þarna? Já, hann var fastagestur á spítalanum og það virtist alltaf vera hægt að skera mannin meira og meira upp, segja þér. Og síðan náttúrulega inn í verki flæktust læknanemar, fjármálabraskarar með minnistapp. Fjármálabraskarar með minnistapp. Þetta er algengt á Íslandi ennþá. Og leynilögregla, svo fátt þetta nefnt. En þannig að... Þetta eru fyrst útrásarvíkingarnir. Já, nákvæmlega. Já, en þá skulum við kannski bara vinda okkur yfir í síðasta söngleikinn. Já. Sem kannski þann þekktasta líka. Já. Hún verið settur upp bara í öllum áhuga leikfélögum bara hringinn í kringum landið, aftur og aftur. Delirium búbónis. Því góða nafni. Já, nákvæmlega. Delirium búbónis. Þar eru nú nokkur lög sem við þekkjum nú vel. Já. Við ætlum að taka 3 af þeim Einmitt. Það er líka svolítið viðeigandi núna á þessum tímum. Heyrðu, já, einmitt. Já, Delirium búbónis er plága. Sem sagt það var ástand á bænum hjá heildsölum. Þetta verkið gerist rétt fyrir jól og það er sem sagt komin ávaxtasending og skipið er komið nema það kemur símtal og í því sagt að það er komið delirium búbónis í alla ávaxtina sem er sem sagt einhver svona nautaplága. Já, basically bara. Og svo er einhver vísin í svarta dauða og deliría og þú veist, allt þetta. COVID-test tíma bara læðist yfir ávaxtina bara. Nú, þá voru góður á dýr og að sjálfsögðu fundu kaupmennir upp það ráð að fresta bara jólunum fram í mars eða apríl til þess að geta selt ávaxtina þá. Því að eins og, er ein sönglína í laginu, kátt jólin, koma þau senn, kætast þá allir businessmenn. Yes, nákvæmlega. En Delirium búbónis var fyrst útvarpsleikrit. Það er rétt, já. Frumsýnt 1954 og þá voru bara 4 söngvar eða eitthvað. Já. Nokkrum árum seinna ábyður vill Iðnó endilega setja þetta upp og þá bæta þeir við fullt af lögum og svo fer þetta bara hringinn, öll áhuga fyrir leikfélög á landinu sína þetta. Rosa vinsælt. Og svo endar þetta í Þjóðleikhúsinu 1968. Já, einmitt. Svo var þetta var sýnt í Loftkastalanum líka. Já, 95 held ég að vera. Eitthvað svo leys. Já, einmitt. Þá held ég að vera Valgeir Skaff fyrir svo sett upp. Þetta er eins og segja, þetta er bara á endalaust líf. Eins og segja, ég meina bara þessi lög er náttúrulega bara svo skemmtileg, sko, fyrir utan allt annað, sko. Einmitt. Eigum við að vinda okkur kannski í fyrsta? Heyrðu, já, það eru enn einn ástadú. Þetta er brjálega að gera hjá Björgvinni. Það er svo geggjað. Ég heillaði þær allar Það var Múr hann á mér meira segja, sko. Það er svo mikil pólitísk ádela oft í verkunum, bara endalaust. Þeir líka skrifuðu eiginlega öll verkin sín undir dulnefni, ekki þetta reyndar. Nei. Jú, þeir gerðu það. Innbjörn og Tvíbjörn skrifuðu þetta í Ríkisútvarpið. Það fréttist reyndar mjög fljótt að þetta væru þeir. Já, þetta væru þeir, já. Það var lengur leyndardómur með rjúkandi ráð, sko. Já, ok. En hvað var ég að fara að segja? Já, það er svo mikil pólitísk ádela og svo bara allir þessi dásamlegi rómans inn í þessu. Rosalega rómans inn í. Svona sápuóperu rómans. Sápuópera með söngum. En þá er það þetta sem nú Steindór Hjörleifsson og Kristín Anna. Hvernig er þetta? Þórarinsdóttir. Þetta eru Leifur og Gunna. Leifur og Gunna. Prófum þetta. Heiður stúlka heitir Gunna, henni mun ég sífellt unna, hana leið ég til brúðarbekks. Og ég ætla að vera grann, sko. Býð henni upp á keks. Ást hennar af því vex, hún gerir ekki mikla kröfur. Svo ætlum við að eigna saman, anga Gunnur 3 og 4, 5 og 6. Já. Heiðurspiltur heitir Leifur og við litla ögnin skeifur, af því hann hefur augu blá sem eru svo góð að sjá. Skal hann mig fegna fá og eigna
aðeins með mér litla leifa í það minnsta 1 og 2 og 3. Á minnsta kosti, sko. Og húsins hljóðaró, hnígur á mig píanó, kemur hún með kaff og inniskó. Og hann segir, unga dís, ertu send frá paradís? Svo hefjum við kossa í 100 vís. Þegar ævi sígur sól, setjumst við í ruggustól, í hendur höldumst við þá og horfum mondin á, meðan barnabörnin okkar hlæja hátt og hoppa til og frá. Meðan barnabörnin okkar hlæja hátt og hoppa til og frá. Þau eru svo skotin. Það svolítið skemmtilegt í Delirium Búbónis líka að þeir segja það að allt sem þeir skrifuðu í þetta verk átti sér hliðstæðu í raunveruleikanum. Já. Þannig að það var engu til skáldað. Sko. Nei, og það var aðalega þetta með ávextina, sko, sendinguna. Og þeir voru þarna eitthvað dúó, sko, ráðherra og svo forstjórinn sem heildsalinn held ég sem flutti inn ávextina og þeir voru að plotta þetta allt saman. Ægir og Ægis, forstjóri gleðilegra jóla EHF. Akkurat. Ógeðslega gott nafn. Ægir og Ægis. Ægir og Ægis, já. Og hann átti mitt konu sem hét Pálína Ægis. Auðvitað. Rosalega snobbuð og fín held ég. Og það var nú svolítið drama hjá henni í leikritinu af því að hana langaði svo í bílnúmeraplötu R9. Já. En það var leigubílstjóri í bænum sem átti hana. Þannig að það var bara auðvitað, hún varð að fá þessa númeraplötu og þetta víst sönnsaga líka úr raunveruleikanum af einhverju konu. En þetta var mikið bílnúmerasnobb, mér finnst það svolítið skemmtilegt. Það svolítið skemmtilegt, já, einmitt. En allavega þeir ráðherrar hringdi bara í leigubílstjóra sem átti þetta númer og sagði honum að það væri verið að fara að setja á einhvern í lög í landinu. Þannig að hann myndi bara græða á því að hann myndi bara selja bílnúmerið strax. Af því að það væri hvað sem hefur verið að fara að taka það af honum. Og þannig eignaðist Pálína Ægis númerið sem hann langaði. En já, Ljúflingshóll næsta lag sem við ætlum að syngja og ég held að Pálína eigi það. Hún örugglega að hugsa til gamalla tíma. En hún Sigríður Hagalín söng þetta svo fallega í uppsetningunni úr Iðnó held ég. Og já, þetta einhvern veginn svona. Það var eitt sinn snót með fiman fót sem flýtti sér á stefnumót. Sumaraftan síð sólin blíð til svefns var gengið bak við löngu hlíð og meðan spóaspjall í spektum móana vall hún sína ást í grænu grasi fól sem grer á ljúflingshól. Á þeirri nóttu í leiftrum hún leit, öll lífsins æðstu fyrir heit. En tíminn leið og grasið græna kól, sem grer á ljúflingshól. En tíminn leið og grasið græna kól, sem grer á ljúflingshól. Þetta er svo fallegt. Heyrðu, fleiri fræglög, Björgvin, nú kasta ég á þig hérna. Heyrðu, já. Óvænt. Það er útvarpsstef, er það ekki rétt með vikivaki, rosa oft spilaður í útvarpinu? Já, já, það kemur. Já, það er úr Delirium Búbónis. Já. Og Einu sinni ágúst kvöldi. Og Einu sinni ágúst kvöldi, sem stendur Hjörleifsson söng líka. Já. Heyrðu, þetta og þá nú komið að síðasta laginu okkar, sem að allir eiga nú að þekka. Þetta heitir ýmsum nöfnum, söngur Jólasveinana, út alltaf að snjóa, melun og vínber fín, en við vitum alveg hvaða lag þetta er. Þannig að nú hvetjum við alla hérna heima til þess að syngja hátt og snjallt með.
standa upp og svona aðeins að gera sér tilbúin fyrir restina af deginum. 1, 2, 3 og... Úti alltaf að snjóa. Þið komið að jólunum og kólna fer í pólunum. Sussum og róa. Ekki gráta, elska mín, þó þið vanti vítamín. Ávexti eigum við nóa. Handa litlu krökkunum sem kúra sig í bökkunum. Þú færð í magann þinn mjóa. Melónur og vimber fín. Þó kynnin þín litla sé kannski soldið köld og blá. Áttu samt vini sem aldrei bregðast. Af ávextunum skulum við nú þekkja þá. Sussum og róa. Ekki gráta, elska mín, þó þið vanti vítamín. Þú færð í magann þinn mjóa. Melónur og vimber og einu sinni enn og úti alltaf að snjóa. Þið komið að jólunum og kólna fer í pólunum. Sussum og róa. Ekki gráta, elska mín, þó þið vanti vítamín. Ávexti eigum við nóa. Handa litlu krökkunum sem kúra sig í brökkunum. Þú færð í magann þinn mjóa. Melónur og vimber fín. Þó kynnin þín litla sé kannski soldið köld og blá. Áttu samt vini sem aldrei bregðast. Af ávextunum skulum við nú þekkja þá. Sussum og róa. Ekki gráta, elska mín, þó þið vanti vítamín. Þú færð í magann þinn mjóa. Melónur og vimber fín. Melónur og vimber fín. Melónur og vimber fín. Takk hérlega fyrir okkur. Þetta var Jón Múli og Jónas Arnarsson. Já. Dagskráin okkar hérna í borg og í beinni. Þið getið svo endurtekið leikinn þegar þið í partíunum helgina. Þá getið spilað þetta aftur á YouTube Borgarleikhússins og í hlaðvarpinu okkar líka. Þannig að mikið fjör. En nú fer að líða að lokum. Það er eitt streym, er það ekki? Eða eru fleiri streymi eftir? Það eru streymi eftir, ég held að sé á morgun og á föstudaginn. Á morgun og föstudaginn. Nei, á föstudaginn 2. Já, nákvæmlega, það er síðasta streymið á föstudaginn. Þannig að fylgist þið með, en við þökkum bara kærlega fyrir okkur. Gaman að vera með okkur og góða stundir þangað til. Bless.